Jæja, þá setjum við fund númer 480 bæjarstjórnar Grindavíkur, haldið hér í bæjarstjórnarsal, þriðjudaginn 30. janúar 2018 og hefst það núna klukkan 17. Fyrir liggja allavega 15 mál og svo fundagerðir, en alls er þetta 34 mál. Og það er bara fyrsta mál, það er Suðurnesjalína 2, mat á umhverfisáhrifum. Ég ætla eiginlega að biðja þig bara, sviðsstjóri skipulagssviðs, að útskýra þetta fyrir okkur og eins að Jón verði virkur á því að sýna okkur, þannig að við fylgjumst vel með. En þetta er nú heljarna skýrsla og rannsókn. Gjörðu svo vel, Ármann. Takk fyrir, fórsti, það er bæjarfulltrúar. Þetta er nú kunnuglegt mál, eða allavega fyrra málið. Við höfum afgreitt bæði í Vogum og hér framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2, eins og hún var. Og það var kært og fjall í héraði, og í Hæstarétti, segi ég. Og nú byrjuðu ferlið upp á nýtt. Og það er það er þá Landsnet sem vinnur nýtt mat á umhverfisáhrifum. Og mun svo í framhaldið sækjum framkvæmdaleyfi. Þetta er þessi fyrsti fasi. Ég sitt í verkefnisnefnd fyrir hönd Grindavíkurbæjar og þar eru aðilar frá náttúruverndarsamtökum, Hraunavinum, öllum sveitarfélögum á Suðurnesjum, Atvinnuþróunarfélaginu og þá Landsnet líka. Og sú vinna er í gangi núna í nokkra mánuði þar sem við erum búin að vera að fara á staðina og kasta fram hugmyndum og eins matskostum. Það sem við höfum hér í höndunum er fyrsta uppkastið af matsskýrslu. Þetta eru þá drög að matsáætlun. Og það sem við þurfum kannski að taka á hér þetta er svona ekki ósvipað og skipulögin, þetta er svona hvað maður segja, undanfari. Hér ættum við til dæmis að fara yfir hvaða matsleiðir ætti að fara, hvaða línuleiðir ætti að fara, ef það er eitthvað sem við sjáum sem við vildum láta meta betur, eins og til dæmis bara fuglalíf sem verður reyndar metið, segjum bara refi, ef við höfum áhuga á því og áhyggjur af því að þetta myndi hafa einhver áhrif á þá myndum við taka það fram hér. Við viljum að þetta og þetta sé skoða. Svo fáum við þetta aftur inn á borð til okkar og þá er komin svona mótaðri matslýsing. Þá er búið að meta kostina og fara í alla þá matsvinnu, þó að Landsnet muni líklegast nýta mikið af rannsóknum sem voru í eldri skýrslunni, þá eru samt þarna nýjar áherslur sem þarf að taka á. Það er búið að leggja til, Jón, ef þú opnar bara matskýrsluna, það er búið að leggja til kosti frá A til G og allavega 4 af þeim voru teknir út áður en að matskýrslan kom og við einmitt í skipulagsnefndinni tókum undir það að taka út liði G og H ef maður rétt. En þeir myndu ná alveg þvert yfir Grindavík og inn á svæða náttúruminjaskrá og ég veit ekki hvað. Og bara svona þegar fyrsta myndin kemur upp, Jón, þá máttu stoppa. Byrju stopp, fara upp. Þetta er ferlið. Þetta er auka skref. Við erum hér í dag. Það er verið að kynna þetta að bæta frestinn um 2 vikur viðbót, þannig að það má skila athugasemdum bæði við og þið líka og bæjarbúar og allir til 5. febrúar. Svo erum við úr þessu og þetta unnið áfram og þetta kemur þá aftur inn til okkar sem þá tilbúin matskýrsla og þá höfum við líka tækifæri til að gera athugasemdir. Þetta eru kostirnir sem verða skoðaðir, A, D, E og C og B. Þetta er þá, A er þá jarðstrengur eingöngu, hann er þá metinn til kostnaðar og eins og segja hann, fuglalífs og ásýndar og bara á jarðmyndanir og annað og eins sjónmengun. Svo eru D og E eru blandaðar leiðir, það er þá loftlína og jarðstrengur svona eftir því sem við á og svo þá C er loftlína sem við höfum þá áður samþykkt og A er líka blönduleið. Nei, fyrirgeðu, það er jarðstrengur meðfram ströndinni.
A-jarðstrengurinn er þá í vegkantinum á Reykjanesbrautinni, en ég vil að merkja að þá erum við ekki að tala um í vegöxlinni. Það þarf að búa til nýtt svæði vegna þess að efni sem við notum í vegi er ekki sama efni og við viljum fá í kringum jarðstrengi. Við viljum fá efni sem er með háa lekt og drena sig illa í kringum jarðstrengi til þess að halda varman mat. En þegar við gerum vegi þá viljum við fá efni með mikla lekt sem að hleypi vatninu í burt. Þannig að þetta verður alltaf við hliðin á veginum. Kostur A. Þá skrólar á næstu mynd og vel að merkja þá er flestar þessar línur eru bara einhverja 500-600 metra innan okkar sveitafélags og það er kannski ekki aðalatriðið sem finnst mér. Mér finnst aðalatriðið bara er rafmagnsöryggið fyrir okkur á Suðurnesjum, fyrir okkur sem heild. Hér sjáum við kostina sem voru felldir út. Og er fyrirspurn. Já. Ef við erum að sýna svona á korti og fólk er að horfa á, er mikið mál að færa myndavélina? Já, það er töluvert mál sko, en skiptir engum mál akkurat núna því að forritið frýs alltaf, þannig að við erum ekki í umsetningu akkurat núna. En jú, það er alveg svolítið mál að hoppa á milli og þá er líka hausarnir fyrir og svona, þetta við kannski bara huga að því sérstaklega hvort við viljum breyta setupinu heilt yfir sko. Ok. En þessi skýrsla er auglýst á landsvísu, fréttablöðum og á að vera hægt að nálgast hana á mörgum stöðum, bæði núna og næst. Og þetta er ágætis hugmynd. Ég var alveg til í að maður lítur svolítið asnar út þegar maður hleypur alltaf frá. Er þetta fyrir ekki að maður spyrja Arvan, er búið að minnka valkosturinn niður þessa 3 núna? Hvernig, þeir voru fleiri á það? Já, sko. Það er búið að taka út F, G og J og H og I. H og I eru jarðstrengir eru jarðstrengir í sjó. Sæstrengir, rétt. Það var G og E valkostur aðeins blandaða leiðir og eitthvað? Já, það er sem sagt búið að bæta henni inni. Þetta er örugglega bara... Já, þessi 2, eru þetta áttir út? Nei, þeir verða áfram. Það er það sem verður farið í matið. Þetta er bara svona verið að fara yfir hugmyndirnar. Svo kom inn þá hinn eftir þessi fólk. Og ég vil bara kannski áreita þessi skipulagsnefnd bent á að þeir tóku undir þessu sjónarmið að taka F og G út. F, G og J. Og J. Og þið sjáu það bara á myndinni hvað þetta er mikið katastrófa að fara að plægja þarna hvorki streng eða veg. Ég meina, þvert í gegnum allt þetta land, sko. Þið eru vonandi sammála því. Og það er kannski ekkert mikið meira sem ég vil segja, hef að segja, þau eru með eitthvað spurningar. En þetta er svona forstíð og þetta er eitthvað sem við höfum öll séð áður, eða allavega þau sem kynntu sér Suðurnesjalínu 2 á sínum tíma. Var sæstrengurinn sleginn út af kostnaði? Kostnaði, já, það segir einmitt í raforkulögum að Landsnet á að reisa raforkukerfið með þessum hagkvæmustum hætti. Það hnaut til einhverja mótmæla frá náttúruverndarsamtökunum að þetta hafi verið tekið út, en við og nefndin og ég höfum bara eiginlega enga skoðun á þessum valkosti í rauninni. Ein spurning, hvenær liggur fyrir hvaða valkosti verður valinn? Loftlína, jarðstrengur eða blanda? Þá þurfum við að fara upp, Jón, á díagrammið sem við vorum með, sem ég kynnti fyrst, tímaáætlunin. En umhverfismat getur tekið ár, 2 ár, þess vegna. Það fer líka allt svolítið eftir hvað kemur mikið athugasemdum, eða koma mikið athugasemdum þá þarf meiri frest til þess að svara þeim. Svo kemur kannski núna beiðnum að meta eitthvað sem krefst mikillar rannsókna og þá lengist ferlið. En það er sett upp svona ákveðin áætlun og það verður þá bara stopp. Sjá hvenær hún Já, það segir okkur ekki mikið. Þetta tekur svona 1-2 ár. Og það liggur fyrir hvað leiðir er valinn? Já. Við erum núna með drög að tillögu að matsáætlun. Svo kemur frummatsskýrslan og svo kemur matsskýrslan sjálf. Þetta er heljarverkefni og það koma margir rannsakendur að þessu. En það sem er búið að bætast við þetta núna möguleikarnir, það er þessi jarðstreng. Já, frá fyrri skýrslunni.
Já, það var það sem máli fjall á í héraði að skuli ekki vera að hafa metið jarðstrengina, sko. Hæstarétti, rétt. Og sko, já, ef það á að fara að setja jarðstrengi allavega á þessum köflum, þá þarf náttúrulega bara að fleyga í gegnum hraunið. Og mér hefur alltaf fundist það svona frekar varhugavert, en sjálfsagt að meta það og leggja þá eitthvað mat á það bara. Takk. Já, takk fyrir það, Ármann. En eins og þið eru með textan þarna, hvaða fellur undir þessa drögin í þessari matsáætlun. Ég ætlum ekki að fara að lesa þau fyrir ykkur, en orðið er laust. Og takk fyrir útskýringar það, Ármann, það er gott að sjá þetta svona. Og ég get nú ekki annað en tekið undir með skipulagsnefndinni að liðir F, G og J verði felldir út með að við umfangið að fara hina leiðina. Og þetta er svo sem bara kynning, en orðið er laust. Ef það er enginn sem hefur hvað sér ljós, þá við berum bara upp að við gerum ekki athugasemdir eins og skipulagsnefndin, en hún hefur tekið undir þau sjónarmið að lagnaleiðir F, G og J verði ekki skoðaðar nánar þess að það er lagnaleiðir í gegnum sérstaklega viðkvæm svæði. Þeir sem eru þessu sammála, þeir svolítið rétt hönd. Það er samhljóma. Já, mér það bentar á trefnilega henni að þetta var matská áætlun. Þetta er matsáætlun. Drög að matsáætlun, fyrsta lína í málum. Drög að mats... Nei, gráðakassum. Já, ok, það er rétt þarna. Ég laga þetta hér. Já, ok. Það er gamalt að fyrirvændi kennara hérna. Við höldum áfram, við förum í mál nr. 2 undir deiluskipulag, það eru húsatóftir, eldisstöð. Deiluskipulag húsatóftir tekið fyrir eftir auglýsingu. Engar athugasemdir bárust og umsagnir frá Umhverfisstofnun og HES gáfu ekki tilefni til breytinga. Og skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt og að skipulagsfulltrúar eru falin tillaga ásamt greinargerð með endanlegri áætlun til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt grein nr. 42 skipulagslaga nr. 123/2010. Ármann, vilt þú eitthvað koma upp eða einnig er orðið laust? Viltu kannski koma aðeins upp ef að... Gjörðu svo vel. Já, sælættur. Þetta fjallar deiliskipulag húsatófta. Það er í rauninni verið að skilgreina núverandi mannvirki sem er á staðnum. Eins þá eru gert ráð fyrir byggingarreitum fyrir önnur stoðmannvirki. Það er ekki verið að bæta við eldiskerjum eða auka framleiðsluna. Það er matskilt og það þarf matskildu fyrirspurn fyrir það og það fer fyrir skipulagsstofnun. Við erum ekki að tala um það hér. Þetta er einungis bara stóðmannvirki og núverandi mannvirki að vera að skilgreina þau. Og þetta er svona skipulag sem hefði bara mátt vera löngu búið að koma og er búið að rúlla í gegn og engar athugasemdir bárust og í rauninni er bara gott að svona fagna því að þessi komið skipulag fyrir svæði. Ef það eru eitthvað spurningar þá bara endilega skjótið. Þeir eru með eldi norðan með við Nesveg. Núna Matorka, þeir keyptu þetta svæði húsatóftir að dýrfisk fyrir 2 árum. Og Hefur komið með fiskar í? Já, í eldið fyrir ofan. Já, svo dælar hann hann neyrir og það er stungið á hann og hann fluttur undir Grindavíkur til nánari vinnslu og eins eru seiðin niður frá í húsatóftum og þeim er líka dælt upp. Þetta er magnað kerfi hjá þeim, sko. Hvernig er endurvinna líka vatnið. Núna er ég að tala um svæði sem er fyrir norðan Nesveginn sem er ekki innan deiliskipulagssvæðisins þó að tengist þessu einhverju leyti þá að endurnýta þér vatnið með að láta það renna milli kerja og dæla svo súrefni inn í kerin jafnóðum. Svo þetta sé bara til fyrirmyndar, sko. Takk. Já, takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust.
Nú, þeir sem eru samþykkir, sammála skipulagsnefnd og samþykkja deiliskipulagið, gjöru svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Það er þriðja mál, það er Hófshverfi, austur, og það er deiliskipulag. Lögðu fram skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag austan Hófsbrautar. Deiliskipulagslýsingin er undanfari deiliskipulags. Skipulagsnefndin leggur til við bæjarstjórn að lýsing að deiliskipulagi fyrir svæði verði samþykkt samkvæmt 1. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust. Kannski við fáum Ármann til að segja okkur aðeins frá þessu og svara fyrirspurnum. Ármann, gjörðu svo vel. Það er bara það ég last. Takk. Já, þetta er sem sagt deiliskipulagslýsing eða lýsing að deiliskipulagi og það er, eins og ég talaði um áðan, þá er það undanfarið deiliskipulags. Það sem við erum að gera með þessu, við erum að segja hvaða svæði við ætlum að deiliskipuleggja, hvernig, hverjir eiga að vera umsagnaraðilar, á hvaða tíma og hvaða aðferðir við ætlum að nota. Tilgangur með þessu ákvæði í lögunum, þetta var sett inn eftir á, þetta var sett inn í nýju lögunum. Tilgangurinn er að vekja bæði umsagnaraðila og almenning upp aðeins fyrr áður en að við byrjum að deiliskipuleggja og auglýsum tilbúið, drög að tilbúinu skipulagi í 6 vikur. Það verður seinna í ferlinu. Þetta er svona undanfari og hérna fáum við kynningu á því að hvar er verið að deiliskipuleggja og hvað. Það eru forsendur í alskipulaginu sem við reynum að vinna eftir en það er alltaf deiliskipulagið sem gerir svona nákvæmari útlistun á því hvernig hverfið er. Eins og hugmyndindar eru núna þá gerum við ráð fyrir blandaðri byggð af fjölbýlishúsum, raðhúsum, einbýlishúsum og ég hugsa að það passi bara ágætlega við svona þá lóðaflóru sem við erum að verða uppi skroppa með. Og ég hveti ykkur öll bara til þess að taka þátt og íbúa líka að koma með athugasemdir og ábendingar hvað þeir sjá fyrir. Nefndin valdi þetta nafn á skipulagslýsinguna bara, þannig að ef það eru nýjar hugmyndir og við erum mögulega að endurskoða það nafn í nefndinni en ef það eru einhverjar hugmyndir nafn á hverju þá er það bara velkomið. Hvað er nafn sem? Hófshverfi austur. Hófshverfi austur? Þetta er svona kannski tæknileg skilgreiningin á staðsetningunum bara í rauninni. Það er ekkert meira sem liggur á baku það. Þetta er austamegin sko. Það er til náttúrulega gata sem heitir Austurhúp. Þetta næra það í hornið á Moldaláni? Já, þetta næri yfir Moldalá. Svo er. Hvað er gert ráð fyrir að gera við það svæði? Við gerum ráð fyrir að klára deiliskipulagið og svo förum við í gatnagerð í áföngum eins og við höfum gert og Moldalássvæði var aldrei hugsað svona til frambúðar. Það endar þá með því að leigusamningar verða ekki endurnýjaðir og Já, ég meina, er eitthvað döfinni að skaffa annað svæði þá undir? Ég þekki það ekki, nei. Ég þekki ekki til þess, nei. Ég hef verið ekkert svæði til reiðu. En þetta getur fyllt til dæmis deiliskipulagsferlinu, það kemur upp að ósk okkar eða annara að myndi vilja fá nýtt svona svæði og þá er þið bara að tekja á því. En eins og staðin í dag, þá er ekki gert ráð fyrir því. Fleiri spurningar? Ég mun svo taka fyrir sennilegast á næsta eða þarnæsta fundi drög að deiliskipulagi fyrir svæði. Þá er farið í gatnagerðina og hústegundir og... Það er gert ráð fyrir leikskóla þarna? Já, heyrðu, það er gert ráð fyrir leikskóla þarna og hann er þannig staðsettur að hafa bara keyrt beint inn á þá lóð frá Hófsbraut, skiljið. Eins og áætlanirnar eru núna, þá gerum við ráð fyrir því að þú þurfir ekki að fara inn í hverfið til þess að fara í leikskólan. En aftur á móti þá ef þú ætlar að fara býrð í hverfinu, þá þarftu að fara út úr hverfinu. Við sjáum til hvernig það fer bara, það er nánar útlistað í deiliskipulaginu sjálfu. Takk fyrir þetta, Ármann. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Byrja að þakka Ármanni fyrir yfirferðina á þessu. Hvetja þið til þess að setja þetta inn á heimasíðu bæjarins þannig að fólk geti gert sér grein fyrir því hvaða skipulagssvæði er verið að fara að vinna í. Og það skipulagssvæði sem er að fara að vinna í það nær frá Efrahópi og austur og niður að Austurvegi. Samt ekki alveg upp í Hestabrekkuna. Þetta er gert ráð fyrir 350 manna byggð í þessu og leikskólalóð. Við verðum samt sko að hugsa heildarskipulagið saman held ég núna með tengingunni við þær byggðir sem að verða svo næstar og eftir fyrir norðan núverandi hópskverfi. Og hvort þetta heiti ekki bara allt hópskverfi, það verður svo bara komið í ljós. Þannig að við verðum núna þegar við erum að fara í þetta, verðum að hugsa tengingar, að tengja þetta við framtíðar íbúðarhúsnæði norðar, þannig að við komum ekki og stöndum uppi eftir 10-15 ár og við hefðum sérlega nátt að huga að þessu. Þannig að gleymum því ekki, verðum að hugsa til þess. Það þarf að vera hugað í að segja upp samningum við þá sem eru með aðstöðu í Moldalá. Þannig að það standist svo ekki á því svæði þegar við viljum fara í gatnagerð á þessu nýja deiliskipulagi. Og annað, þegar drög að deiliskipulagi liggja fyrir, þá ættum við að auglýsa íbúafund og kynna fyrir fólki og þá fáum við vonandi hugmyndir hverju ættum að breyta. Þannig að gleymum því ekki að fá íbúana með okkur í verkið. Og þakka þið fyrir í bili. Já, takk fyrir það Guðmundur. Orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágættur bæjarfulltrúar. Ég velti fyrir mér sko af hverju þessi reitur ekki tekin í rauninni allur þarna númer 5 og 6. Þetta liggur nú eiginlega þarna, mann finnst þetta nú vera svona eiginlega liggja það vel saman, þetta kemur hann upp í brekkuna og það þarf greinilega að hefði ég haldið að hugsa þetta í samhengi með aðkomu að þessu gatnakerfi og annað, þannig að og mér finnst það svona að vera frekar lítið svæði sem tekið er fyrir í einu sko, þannig að þetta er svona tekur það langan tíma og svona kannski að fá bara útskýringu á því að hverju er ekki teknir þessi tveir reitir þarna sem liggja saman, hvað hvort það hefur verið sé einhver ástæða fyrir því. Takk fyrir það, Páll. Herðu, Jóna Rut er næst og við kannski leitum svara á eftir hjá sviðsstjóra. Jóna Rut, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna þessu að það sé að fara í þetta því það er mikil uppgangur inn í bænum og þörfin á nú er bara nánast flestallar íbúðalóðir farnar sem maður hefur heyrt um. En ég myndi vilja setja athugasemd hvort það er ekki skoða líka að setja eitthvað smá verslunarrými á þetta svæði. Annarkvort á þá svæði 5 eða 6 eða jafnvel 7. Þannig að því nú verður komið stóra byggðarna eftir kannski 15 ár og þannig að íbúðarna geti farið í eitthvað svona smá verslun þarna. Þannig að þið setið það allavega svona bak við eyrun þegar þið skoðið þetta að hafa eitthvað staðar svona vel miðsvæðis eitthvað verslunarrými fyrir íbúða. Takk. Takk fyrir það, Jóna Rut. Sviðsstjóri, hefur þú einhverja skoðun á því? Af hverju Páll er með fyrirspurn? Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Páll. Það er engin sérstök ástæða fyrir því. Byggðin er reitu niður samkvæmt aðalskipulagi í reiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 og venjan er svo að deiliskipuleggja eitt reiti í einu og það er eiginlega eina ástæðan og ef við viljum taka 2 reiti í einu þá er það bara alveg sjálfsagt. Það er rauninni ákvörðun okkar að víkka deiliskipulagsmörkin. Þetta er einmitt tilgangur með deiliskipulagslýsingu að vera ekki orðin tilbúin með eitthvað skonar
eitthvað skipulag og svo að fara allt í einu að stækka skipulagsmörkin. Þetta er akkurat tíminn til þess að velja skipulagsmörkin. Þannig að ég bara tek þessari ábendingu fagnandi og kannski að fá að sjá skoðun annarra bæjarfulltrúa á því og ég myndi bara ræða það í skipulagsnefnd. Er það ekki svona ágætis niðurstaða? Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Nú ef það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs að þá Guðmundur, gjörðu svo vel. Og tekur Guðmund til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara taka undir hugmyndin hjá Páli að taka 5 og 6 saman í skipulagsferlinu. Það eru þá svæði fyrir 600-700 íbúa og það ætti þá að duga til 2030 ef að við forsendur í fjölgunum, spá í fjölgunum. Og þá er spurningin sko, eigum við bara að láta Eflu sjá þetta eða ef að fá hugmyndir frá einhverju fleirum? Ég held að ættum að skoða það og þá athuga það í nefndinni. Getur verið að það náttúrulega kostar aðeins meira örugglega. Spurning hvort við fengjum skemmtilegri hugmyndir til að velja á milli. En endilega 5 og 6 saman. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið er laust. Það er svo sem áskorun það að, já, Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fagna því að menn taki vel í það og því þetta er einmitt það svæði sem að sko maður hefur oft fengið fyrirspurnir á undanförnum árum hvenær eigi að fara að deiliskipuleggja þetta svæði því þetta er svolítið sérstakt svæði, þetta svona þannig í brekkunni og þannig að ég er alveg sannfærður að þessar lóðir, það verður mikil ásókn í þessar lóðir þarna sko, þannig að það er það mörgum sem langar að koma þarna austur í Sæluna, austur í Þórkötlustaðahverfi og þetta komast þeir þó halva leið kannski. Þannig að varðandi kostnaði þá er ég nú alveg viss að það er miklu ódýrara að skipuleggja þetta allt svæðið saman heldur en í tvennu lagi sko. Fyrir utan að það tekur helmingi styttri tíma, ég er nú bara sannfærður það sko. Og það verður svona, já, þannig að ég bara fagna því og hvet okkur til þess að bara að stuðla að því. Takk fyrir þetta, Páll. Nú, mér heyrist nú að þessi tillaga svona falli vel í mannskapinn og þá er ekki rétt að bæjarstjórn setji fram bókun. Óski þess að þessi 2 deiliskipulög erum við ekki að tala um 5 og 6, að þau verið bara tekin saman. 2 reitir. Ef við myndum setja saman bókun á það að ef menn eru sammála því að taka 5 og 6 saman að þá greiða síðan bara það atkvæði. En orðið er laust. Og hér er tillagan komin upp. Tillagan svo lagt til að deiliskipuleggja reiti 5 og 6 saman. Og væntanlega þá að lýsing á deiliskipulagi fyrir þau svæði 2. Þeir sem eru þessu samþykkir, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Ég var kannski bara að loka málin en ef einhver vill fá orðið yfir þessu, ég held við höfum verið svona sammála og
en atkvæðagreiðslan búin og menn eru sammála þetta. Þá er búið að samþykkja það lýsingar deiliskipulagi fyrir þessi 2 svæði. Erum við að fara rétt að, Ármann? Já, ég er bara að spája, sko, svo við samþykjum lýsinguna, svo ekki auðvist hana. Já. En það var bara samþykkt með áorðnum breytingum. Ok. Þá verðum við ekki að taka hana fyrir aftur. Það er ekki þægilega. En ég þarf samt að kanna að kannski getur verið að við þurfum að taka hana aftur fyrir. En þetta er þægilega. Ok. Erum við sátt við það? Þá höldum við áfram. Það er mál númer 4, það er Reykjanesvirkjun, það er breyting á deiliskipulagi. Tekin er fyrir óveruleg breyting á deiliskipulagi Reykjanesvirkjunar, breytingin tekur til legu, lagna og heita á borholu. Orðið er laust. Og ef það eru engar spurningar. Já, kannski, gjör svo vel, Ármann, þú kemur útskýrir, takk fyrir. Takk. Þetta er sérst óveruleg breyting innan iðnaðarsvæðis á Reykjanesi. Ástæðan fyrir að við erum að taka þetta fyrir hér. Já, kannski benda á það að þær breytingar sem eru á þessu skipulagi er ekki innan land Grindavíkur, heldur Reykjanesbæjar. En deiliskipulagi liggur á mörkum 2 sveitarfélaga og þá verðum við bæði að taka þetta fyrir í okkar sveitarstjórn og samþykkja. Ef að Jón kastar upp uppdrættinum, þetta gengur út á það að breyta lagnaleiðum og breyta heitum á borholum. Ég get ekki svaraði af hverju verið að breyta heitunum, en ég ger bara ráð fyrir því að það sé eitthvað fyrir bókhaldið hjá HS Orku þegar þeir breyta rannsóknarborunum yfir í nýtingarholur og svo framvegis. Ég ætla bara að benda á breytinguna. Já, það var talað að lögnin ætti að vera meðfram veginum og svo bara í texta. Sést ekki hérna. En þeir hafa ákveðið að breyta því að hafa lögna Svo er strengur í jörð með þessu. Þetta er innan iðnaðarsvæðisins. Og ég hef ekkert meira þetta að segja, það er bara, ef það er eitthvað spurningar þá bara endilega skjótið þið. Þetta er svona praktískar breytingar hérna. Þetta er hitalögn og svo rafstrengur. Já, takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Nú, skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja breytinguna miðað við skipulagslög 123/2010. Þeir sem eru því samþykkir, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 5. mál, Efrahóp 28, fyrirspurn breyting á byggingarreit. Erindi frá Einari Sveini Jónssoni, í erindinu er óskað eftir breytingu á byggingarreit. En skipulagsnefnd telur að stækkun á byggingarreit sé það óveruleg að hagsmunir nágranna skerðast í engu, hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn, samanber 3. málsgrein skipulagslaga nr. 123/2010. En ef við ekki bara halda uppteknum að hættu og vilt þú kannski aðeins koma upp, Ármann, og segja hvað ræðir? Takk. Jóni fæði til þess að henda upp PDF 101. Nei. Það er þannig að sko, hefðbundið þegar að vera að breyta byggingarreitum eða götum eða öðru í deiliskipulagi þá gerir deiliskipulagsbreyting, bara eins og rétt sem við tókum hérna fyrir áðan, þá voru þeir að breyta lagnaleiðum hjá Reykjanesvirkjun og gera þá óverulega breytingu og grenndarkenna hana. En hins vegar er til málsgrein í skipulagslögum sem segir að ef að breytingin er það óveruleg að hagsmunir nágrannans skerðast í engu, hvað varðar útsýni og innsýn og skuggavarp og nýtingarmöguleika á sinni eigin lóð, að þá er heimilt að veita byggingarleyfi og í þessu tilfelli samþykkt byggingaráforma þó að standast ekki alveg á. Ég minni á að deiliskipulagið er ekki hnitsett, þannig að það er alltaf ákveðin skekkjumörk og í þessu tilfelli er búið að gera mælablöð
og þannig að þar af leiðandi eru þau orðin hnittsett. Sem sagt nágrannar eru þá með svipuð mælablöð og þið sjáu bara á myndinni hvað breyting þetta er, eða hvað er verið að víkja mikið frá byggingareit. Þetta er mjög óverulegt og bundna línan, hún heldur sér, bundin lína í deiliskipulagi er sú hlið sem að húsið verður alltaf að vera í þeirri línu. Alveg eins og nágranni með húsið sitt í sín línu, en öll framhliðin þarf þó ekki að vera í bundin línu. Það þarf bara að vera hluti af því að mannverkinu. Ég ætla að benda á það hérna. Það er þá beina línan er alltaf bundin lína. Svo máttu ráða hvað þú ert innan byggingareitsins. Og ef að skipulagsnefnd eða þið myndið telja að þessi breyting hefur áhrif á hagsmuni nágranna eins og með skuggavarpi eða útsýni, og þá að sjálfsögðu förum við ekki þessa leið, en skipulagsnefnd telur þetta það óverulegt að hún er tilbúin að samþykkja þetta svona. Hvað er margir fermetrar? Ég veit ekki hvað þetta eru margir fermetrar, en þetta eru 40 centimetrar. Já. Þetta er í rauninni bara útvegurinn, sko. Útvegir eru 22 centimetrar. Ég var bara spáðið gatnagerðin. Já, nei, sko, hann borgar fyrir alla reitin. Þó að byggi helgi minna hús, þá borgar hann alltaf. En er hann ekki að fara út fyrir, hann stækkar reitin? Já, meina það, hann er að stækka reitin. Því miður þá verðum við að gera óverulega breyting á deiliskipulagi til þess. Og ég hugsa að þetta ekki einu sem svara kostnaði. En við erum að rökka svona 5.000 krónur á fermetr. Þetta er kannski fermetr, eða nær því. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Nú, ef það er enginn sem hefur passið hljóðs að þá þeir sem taka undir með skipulagsnefndinum að þetta sé verulega óverulegt og skaði engan veit útsýni, skuggavarp og fleira, gjörsamlega rétt upp hönd. Það er samhljóða. Herðu, það er 7. mál. Það er Hólmasund 2 og 4, umsókn um byggingarleyfi. Beiðni um að byggingarleyfi frá Pure Icelandic Energy EHF. Skipulagsnefnd hafnaði erindinu vegna þess að mannvirkið nær 1,4 metra út fyrir byggingareit. Byggjandi óskar eftir því að bæjarstjórn samþykki erindi með þeim fyrirvara að teikningarnar verði lagaðar. Ármann, við kannski aðeins útskýra fyrir okkur og af hverju þetta er komið svona beint frá okkur en ekki aftur til ykkar. Sko, já, takk. Við fáum umsóknum byggingarleyfi, ég fæ, berst til mín og ég hef samband við hönnuðinn og benda honum á þetta og hann segir að svona þetta vera og þannig að ég þorði ekki annað en að taka teikningarna fyrir. En svo kemur í ljós að það hefur orðið einhver misskilningur á það milli hönnuðar og verkkaupa og hann hafði samband við eigandinn, eða sem sagt verkkaupi, eftir fund skipulagsnefndar, það sem að erindunum var bara réttilega hafnað, náði út fyrir byggingareit og við í rauninni bara gátum ekki samþykkt það, ekki svona mikið. Þá voru farin að þrengja að gatnamótunum og fleira. Þannig að hann sendi mér erindi bara í kjölfarið á þessu og óskar eftir því að bæjarstjórn snúi ákvörðun skipulagsnefndar. Ég var búinn að hafa samband við formann, hann óskaði fyrst eftir því að fá að halda aukafund og ég hafði samband við formann og hann sá því ekki til fyrirstöðu, þannig að ég sendi tölvupóst á nefndarmenn og útskýrði þetta fyrir þeim, þannig að þeir eru upplýstir. Þetta var eina athugasemd sem við settum út á í skipulagsnefnd, en þetta er óhefðbundin leið, rétt hjá þér, Hjálmar, að skipulagsnefnd snúi svona mál, sérstaklega það sem þetta er afgreiðslumál. Það hefur verið að koma með eitthvað gögn og þau eru ekki rétt og þá er þeim bara hafnað. Þannig að ég myndi segja að þetta mál væri óhefðbundið, en ég legg það bara í hendurnar á bæjarstjórn að samþykkja þetta eða hafna þessu. Það er ekkert, ég veit að þeim er mikið um að fá þetta í gegn vegna þess að framleiðslan á húsunum í Portúgal fer ekki á stað fyrir að liggja fyrir samþykktar teikningar, stimplaðar. Og hönnuðurinn sá sér ekki fært að skila inn teikningum fyrir þennan fund, þar sem hann er staddur erlendis, en segist geta klárað þær í næstu viku, þannig að ykkur er að sjálfsögðu frjálst að bara hafna erindinu á grundvelli bókarans skipulagsnefndar eða þá að veita mér heimild til að samþykkja teikningarnar þegar það liggja fyrir þannig að þær séu innan byggingareits og nýtingarhlutfall rétt. Spurningar?
Þannig að valið bara algjörlega ykkar sko. Þetta ekki, já, þetta óhefbundið en Meirihluti nefndarinnar gerir ekki athugasemd til það að afgreiða þetta þannig. Nei, ég verð að viðurkenna, ég hringdi ekki á eftir svörum. Ég sendi bara tölvupóst og það eru 4 búin að svara. Ég skil það alveg ef að menn sé ekki mikið að lesa tölvupóstana sína dagstæðilega skipulagsnefnda tölvupóstana. Og ég bara hringdi ekki á eftir þeim, en meirihluti nefndarinnar er búin að sjá þetta og gerir ekki athugasemd. Herðu, takk fyrir þetta Ármann. Orðið laust. Nú, óhefbundin leið eins og við tölum en tími kostar peninga og annað og það undir þessu að veljið að þess að verði lagað og sett innan nýtingarreitsins að það sem komi inn fyrir aftur og ég ger bara ráð fyrir að sviðsstjóri og byggingarnefnd fari yfir þá hluti þegar það komi. Og þá ekkert annað að bera þetta til atkvæðagreiðslu. Ég nú að samþykkja þetta með þessum fyrirvara. Þeir sem eru samþykkir. Það er samhljóða. Það er 7. mál. Það er Tangasund 5. Fyrirspurn íþróttasal. Já, hérna. Erindi frá HH-smíði. Í erindinu er óskað eftir leyfi til þess að hafa aðstöðu til hópþjálfunar á annarri hæð við Tangasund 5. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn erindið verði samþykkt með þeim fyrirvara jákvæð umsögn slökkviliðs, heilbrigðiseftirlits og vinnueftirlits. Skipulagsnefnd bendir á að sækja þar breytingu á byggingarleyfi fyrir framkvæmdinni. Þannig var það nú afgreitt, en orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég fagna því að það sé svona mikil áhugi hér í bæ til þess að gera íþróttasali. Þetta sannkkallaður íþróttabær. Og ég bíð bara spenntur eftir að verði komið það margir salir og stórir salir að sveitarfélagið þurfi ekki að vera að standa í þessu rekstri. Getum sparað okkur þá aurana. En þetta nú ekki alveg svo gott. En ég bara fagna þessu og ítreka það bara. Það er ánægjulegt að það sé verið að, já, ég veit ekki hvort það er kannski aðeins ýkjur að segja að sé verið að setja upp íþróttasali í öðru hverju fyrirtæki. En allavega þá virðist vera eftirspurn eftir þessu og ég fagna því að það sé svona mikið vel eftirspurn eftir þessari líkamsrækt. Þannig að ég er nú í stóra salum 4 sinnum í viku, fullt af fólki. Þannig að þetta er, þannig að það er óhætt að segja það, að þetta sé sannkallaður íþróttabær. Þakka fyrir það, Páll. Nú orðið er laust. Nú ef það er engin annar þá er bara að þeir sem eru sammála skipulagsnefndin að samþykkja þetta undir þessum, þar segja með HES, vinnueftirlit og skipulag, og slökkviliðinu, ég má ekki glemma slökkviliðinu. Þeir sem eru sammála því, gjör svo rétt upp hönd, það er samhljóða. 8. mál, það er Gunnukver, umsókn framkvæmdaleyfi. Erindi frá Reykjanesjarðvangi. Í erindinu er óskað eftir framkvæmdaleyfi við Gunnukver. Framkvæmdir felur í sig gerð bílastæða, göngustíga og áningastaða. Skipulagsnefndin leggur til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt samkvæmt 13. grein skipulagslaga 123/2010. Orðið er laust. Viljum við fá Ármann í pontu til að segja eitthvað eða erum við ekki með þetta á beinu? Ármann, gjörðu svo vel, komdu. Það er bara gaman af því. Takk. Ég bið Jón að kasta upp uppdrættinum. Þetta er búið að vera í fæðingu í allavega 1 ár. Við byrjuðum á að deiliskipuleggja svæðið og það var tekið fyrir hér ásamt Reykjanesbæ. Það liggur fyrir styrkur frá ferðamannasjóði
ríkisins, held ég hann heiti, og þetta gengur eiginlega aðal út á það að framkvæma bílastæði og göngustíga og áningarstaði. Eins og ég hef sagt áður þá tíðkast það núna í svona hönnun áningarstaða eða ferðamannastaða á Íslandi að draga bílastæðina aðeins frá staðnum. Þannig að það sé ekki rútur og bílar onni í upplifunarstaðnum og fólk þurfa að taka sér smá göngutúr og byrja kannski eins og í þessu tilfelli að sjá og finna lyktina af hvernum og að verði meira úr ferðalaginu. Þetta verði ekki bara stopp í 10 mínútur, ein mynd á Facebook og burt. En hins vegar gert ráð fyrir aðkomu slökkvibíla og hjólastóla. Svo verður farið að gera upp pallana á svæðinu og göngustíga líka. Við ætlum að reyna að hafa, ég segi jarðvangurinn, við gefum það út að reyna að hafa göngustígana svolítið þrönga. Þá meina ég ekki með mikla fláa út í náttúruna, heldur að reyna að ráta og skera svolítið í hraunið og í móan. Einnig verður fornminjum gert hátt undir höfðu með skiltum og svona stoppum. Ég allavega bara hæstánað með þetta og ég gerir ráð fyrir því að framkvæmdum verði lokið bara snemma í sumar. Ein fyrirspurn. Já. Bílastæðina vestanverðu, verður þau ekki opin áfram? Við eittum peningi þau í fyrra og þurfum aðeins að laga það til að vera aðeins gert í þessari framkvæmd. Líka aðeins að snikka til bílastæði og setja smá hlaðin vegg og þau verða opin áfram. En stærra bílastæði verður hins vegar megin. En líka með einu fyrirspurn, veistu þú hvort það verður það einhvers konar sala inn á bílastæði? Nei, ekki neitt. Þetta bara göngustígar, bílastæði, punktur. Engin klósett eða neitt. Það er gert ráð fyrir þjónustumiðstöð við Valanhjúk og þannig er þessi tenging svona Valanhjúkur, Gunnuhver, Brimketill, Grindavík, næst. Og svo einhvers konar hringur sem að menn að taka innan jarðvangsins. Ekki gerði fyrir hestamenn. Nei, því miður. Þú verður að leggja þeim bara á bílastæðinu eins og aðrir. Binda á því næsta bíl. Já. Það er takk. Já, takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Nú, þeir sem samþykkja þetta frá skipulagsnefnd og samþykkja framkvæmdaleyfið, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Forseti óskar nú eftir að gera fundarhlé, stutt fundarhlé. Er það samþykkt? Erum við tilbúin? Já, ég fer ekki neitt. Jæja, þá er lokið þessu örstutta hléi og við höldum áfram og það er 9. mál. Melhóll, jarðvegslosun, útboð. Lögð fram tilboð í rekstur á jarðvegslosunarsvæðinu við Melhóll. 2 verktaka buðu í verkið og tæknideild leggur til við bæjarstjórn að sami verði við lagsbjóðanda, L.S. Skúlason e.h.f. en tilboð hans var upp á 37.690.000. Nú orðið er laust. Er enginn sem að... Nei. Ég held að ég leggi þá til að þessu máli verði vísað til bæjarráðs. En orðið er laust, Páll. Páll, gjörðu svo vel. Þú ætla að koma með þetta strax. Já, það átti að koma með þetta og leggja það til. Forseti, já, getur bæjarfulltrúar. Já, erum við ekki sem sagt að við erum nú aðeins búin að ræða þetta svona í fundarhléi en erum við ekki sem sagt að fela bæjarráði að full afgreiða þennan samning. Þannig að við erum ekki bara að vísa þessu þangað, ætlum við bara að fela bæjarráði að afgreiða hann og ég get alveg
að mínu leyti geti alveg fallist á það að fara þannig í málið. Já, takk fyrir það, Páll. Orðið er laust en það sem að út á stendu, það er kannski svona smá hnökrar sem að við erum svo sammála og það er til að hér að málið verði fært til bæjarráðs til fullnaðar afgreiðslu. Þeir sem eru því sammála ekki eru svo rétt hönd. Það er samhljóða. 10. mál. Grindavíkurhöfn. Öryggismál. Samráðshópur öryggismál á hafnarsvæðinu telur aðkallandi öryggi á gatnamóti Ránargötu og Seljabótar. Orðið er laust. Nú, Páll, gjörðu svo vel. Sætlaði nú. Getur verið að það ekki verið nýjasta skissan inn á málinu? Forseti og getur bæjarfulltrúar. Já, þetta er málið búið að vera svolítið til umræðu þarna í hafnarstjórn og þessi gatnamót niður við höfn, Ránargata og Seljabót. Menn eru sammála það að það minnkaði nú hættan þarna við að breyta því sem er búið að breyta, sem sagt að gera innstefnu þarna alveg niður á höfn frá þessum gatnamótum og niður á bryggju og hérna breyta réttinum, aðalréttinum, færa niður á Seljabótina. En það hefur hins vegar kallað á önnur vandamál að hraðinn er gífurlegur, er mikill þar á milli, eða yfir þessi gatnamót og það er mikil umferð gangandi vegfarenda þarna yfir þessi gatnamót, þannig að menn hafa haft miklar áhyggjur af því þarna á þessu svæði að það geti farið illa. Þannig að ég fagna því að það sé komin þarna tillaga og þetta er eftir þennan þetta er sem sagt afurð eftir að þessi öryggishópur sem var stofnaður af það sem aðkomu eiga fyrirtæki þarna á svæðinu og fulltrúi frá hafnarstjórn og frá bænum, auk þess sem að hérna skipulagsnefndin hefur komið að þessu máli. Þannig að hins vegar er skissan þarna eins og hún er. Það er svona talað að það sé ein breyting á henni, þannig að ég gerir alveg ráð fyrir að það sé verið að samþykkja þá tillögu. Já, það er bara í rauninni fjármagnið, svo sækjum framkvæmdaleyfi, þá kemur þetta aftur yngar. Þannig að það er þessi viðauki sem hefur verið að samþykkja og í grunninn þessi skissa þarna með breytingum aðeins á aðkomu þarna. Já. Þannig ég fagna því og trúi því að við séum að þarna í rauninni að byrgja brunnin áður en barnið dettur ofan í. Já, takk fyrir þetta, Páll. Nú, orðið er laust. Ef ég man rétt að þá fengum við þetta nú inn á bæjarráð. Og ég held að allir geti verið sammála að það er hérna, þetta er mikill umferðarhorn og sér í lagi í hádeginu. En ég minna á það, sá mikli hraði sem er þarna, hann kemur líka út frá þeim fyrirtæki sem eru með starfsemi sína á höfninni. Þannig ég ítreka það að þetta er líka heimatilbúinn vandi. Þegar menn að fara út á viðlagasjóð og annað, þá er keyrt hratt. Þannig að svona aðeins að beina þessu til föðurhúsana með hraðan. En vissulega gera ráð fyrir því að setja þarna gangbraut frá Vísi og yfir að bílastæðinu, breyta innkominu þar og setja hann aðeins vestar. Það held ég sé mjög góður öryggisþáttur. Og kannski væri ágætt að bara byrja á því áður en við förum að setja einhverja eyju og sjá hvernig vegfarendur bregðast við. En þetta er svo sem í höndum nefndarinnar og mér sýnist nú þeir hafi bara öll hinn bestu áform uppi og þekki þetta vel enda þeir þar. En orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bara svo ég skilji þetta rétt, við erum nú búin að taka þetta áður fyrir í bæjarstjórn. Ræddum þetta held ég á síðasta eða þar síðasta fundi. Þá eru alls konar hugmyndir í gangi og er ekki rétt minna hjá mér að við vísum þessu aftur til hópsins til frekari vinnslu. Hér liggur fyrir skissa af einhverjum tillögum og hvað ætlum við að gera? Erum við að ákveða það eða erum við að ákveða að taka þetta í bútum eða bara svo ég áttum á því hvar ætlum við að halda áfram með þetta mál? Ég er í rauninni áskætti fjármagnu núna og auðvitað hefði átt að vera búin að breyta tillögunni fyrir þennan fund sko, en það sem við gera í framhaldi af þessu er að láta laga tillöguna, fara í þá nánari hönnun og svo óska eftir framkvæmdaleyfi fyrir þessu. Og er það aðgerð fyrir öllu sem liggur fyrir í þessari hugmynd? Já, og þá fer þetta aftur fyrir öryggisnefndina og skipulagsnefnd og svo hingað. Þannig að þá ætti lokateikningin að koma fyrir næst eða þar næst áður en að þau farið í framkvæmd. Og ég bara ég ykkur afsökunar á því að hafa ekki uppfært skjalið með við umræðar, en ég man alveg hvað fór þarna fram og veit alveg hverju þarf að breyta og bæði umferðaröryggis samráðshópurinn og skipulagsnefnd fá gögnin áður en að það verður farið í framkvæmd. Þannig að þessi fundur snýst um að veita fjármagnið í að halda áfram. Ok, takk. Takk fyrir þetta Kristín María. Nú orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri hvað sé hljós, þá er það spurningum að samþykkja að upphæð 4.350.000 í verkið og eins og sviðsstjóri sagði áðan að þá þarf nú eitthvað að laga þessa hönnun, en fyrir okkur stendur að samþykkja þessa fjárhæð. Þeir sem eru samþykkið því að samþykkja til umferðaröryggis á hafnarsvæðinu, gjöra svolítið rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 11, húsnæðisáætlun, undirbúningur og gerð. Lagður fram upplýsingar frá ríkisskattstjóra um fjölda fjölskyldna í Grindavík sem falla innan skilgreinda tekju- og eignaviðmiða samanber reglugerð númer 555/2016 stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæði sjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. Fram kemur að það eru 507 fjölskyldur af 1400 sem falla innan þessara marka en það gerir 36,2%. Nú orðið er laust. Ármann, gjörðu svo vel. Já, takk. Þetta kemur fram 507 fjölskyldur, en í rauninni er þetta 507 skattframtöl vegna þess að segjum bara ef að ég byggi heima á mömmu og pappa og þá myndum mamma og pappi skilin sínu skattframtali og svo ég mínu. Þannig að þetta geta verið tveir einstaklingar saman, hjón, sambúðarfólk. Já. Já, einmitt. Og einnig að benda það að þetta eru bara fyrir 26 ára eldri og þá 67 ára. Og ég er orðinn 27 ára þá að ég lítið út. Þannig að í sumum tilfellum getur þetta verið einstaklingar. Mér fannst það rosalega há tala þegar ég sá hana fyrst og brá svolítið en ég kannski svona aðeins eftir að hafa meldt þetta og þá sé ég meira þess að það er sko heildarpúlían er 1400 en það er bara 1100 mannvirki í sveitarfélaginu. Þannig að þú veist, ég var ekki alveg að skilja hvernig þetta passaði. En það geta að sjálfsögðu verið fleiri en einn og einu heimili sem skila en skattframtali. Og við erum svona í kringum landsmeðaltalið en aðeins undir Suðurnesjum. Og þetta eru sem sagt þessi mörk, þessi tekjumörk, mér minnir að þessu rétt tæpar 5,5 milljón ári og til viðbótar bætist við þarna ég þetta flettaði upp eða ég vilja fá að vita nákvæmlega 1,6 fyrir hvert barn sem að þau eigi, þannig að og ef það er hjóna sambúðarfólk þá er það 7,5 milljón og svo bætist við rúmlega 1,5 fyrir hvert barn, þannig að við tökum dæmi hjón með 2 börn þá mættu heildartekjur vera rétt að bara 11 milljónir, samt myndu við falla undir þessi viðmið.
Þetta eru tölunar sem við ræðum og það eru gera breytingar á reglugerðinni á hverju ári og það þá annarkvort vísitöltengt eða launavísitöltengt. Það búið að gera eina breytingu og þá eru þessar tölur hækkaðar, þannig að ég á von á því að í sumar verði sumar eða haust komin ný hækkun og svo framvegis. En þetta myndi ég segja svona lokahnykkurinn í húsnæðisáætluninni eins og hún en það á náttúrulega endurskoðun einu svona ári og með heildarendurskoðun á 4 ára fresti, þannig að svona rosalega lifandi skjöl þegar bara þau mega sjálfsögðu taka breytingum við endurskoðunina og verða í rauninni lifandi. Þetta bara okkar húsnæðisáætlun og þetta fljótt að breytast í þessum bransa. Ég átti engar einbýlishúsalóðir í síðustu viku og nú var ég nokkrar og þetta svona ég hef engar parhúsalóðir núna en svo ég hef örugglega 8 eftir 2-3 mánuði og svo erum við að deiliskipuleggja hverfi og það getur tekið hálft ár eða 1 ár eða 1,5 og svona. Þannig að þessi húsnæðisáætlun við þurfum alltaf að endurskoða reglulega. Þetta sem sagt svar við 2 spurningum sem bárust síðast við gerð húsnæðisáætlana. Það meðal annars hvað eru margir innan sveitarfélagsins sem falla undir tekju- og eignaviðmiðin og ég man ekki hver hinn var. Það var reyndar henni var svarað held ég á síðasta bæjarstjórnarfundi. Spurningar? Já, takk fyrir það Ármann. Já, það getur komið, en Kristín Meri, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þessa yfirferð Ármann. Ég hnaut svolítið þessu tölu. Mér fannst þetta svolítið hátt hlutfall af því að þetta eru þær tölur sem við erum búin að bíða eftir af því að ég segi bara fyrir mitt leyti að ég var nú svolítið spennt fyrir þessu verkefni og fannst vera mögulega einhver leið fyrir okkur að bjóða að það væri í boði íbúðir í Grindavík fyrir fólk sem væri innan ákveðna tekjumarka og hefði kannski ekki svigrúm í að vera að kaupa sér dýrafasteignir eða byggja. Ég vissi mér langar aðeins bara að segja ykkur frá því að því að svo við erum komið með þetta, húsnæðisáætlun er náttúrulega lifandi plagg, en síðan þurfum við náttúrulega að skoða okkar samfélag og sjá hvað við getum gert fyrir þá sem hér vilja búa. Við erum bara því miður að lendi því að fólk er að flytja úr sveitarfélaginu af því að það hefur ekki húsnæði. Ég hafði samband við forseta bæjarstjórnar í Sandgerði af því að þeir eru að nýta sér þessi ákvæði í lögunum um stofnframlög til svona leiguheimila og langa aðeins að heyra í honum hvað þeir var að gera. Og þeir eru núna að fara að byggja, þeir eru með 2 verkefni í gangi, þeir eru annars verið að byggja fyrir Þroskahjálp og síðan eru þeir með verkefni í gangi þar sem þeir sömdu við Bjarg sem er leigufélag sem er að byggja upp víðar á landinu. Þannig að þeir eru sjálfur sér ekki í rekstri en veita stofnframlag og eru í rauninni að gera 5 íbúðir í þessum kjarna og ætla að taka eina íbúð hjá sér undir félagsþjónustuna. Og þarna inn kemur þetta leigufélag og síðan eru þeir með BSRB og ASI inn í þessu. Því að við vitum að við auglýstum og reyndum að fara í þetta verkefni og ætluðum að fá ykkur aðila til þess að fara í þetta, en það var nú ekki mikil eftirspurn, en það er þetta svona non-profit, þetta er ekki hagnaðarsjónarmið, heldur er þetta svona öryggisleiga fyrir þá sem á þurfa að halda. En ég segi bara fyrir mitt leyti að ég held að við ættum að heyra aðeins meira og betur í Sandgerði og heyra svona aðeins hvernig þeir eru að gera þetta, því þeir ná niður kostnaði líka, þetta leigufélag, af því að þeir eru að gera eins hús allt land. Þannig að það þarf ekki að vera að borga sérstaklega fyrir einhverja hönnun eða teikningar eða annað. Og ég var líka svolítið, spennt að vita, eru þið að reka þetta? Hann sagði nei, við erum ekki að reka þetta. En þeir eru með einhver 15% kostnað í þessu verkefni. Og hann talaði líka að því að þetta er bara hluti sem við verðum að fara að skoða, að svæðið er að vaxa í Grindavík, það er að vaxa rosalega mikið á Reykjanesinu og í næstu viku eða þar næstu viku þá er málþing á vegum svæðisskipulagsnefndar þar sem á að fara í þessa hluti. Það sem sveitarfélögin á Suðurnesjum þurfa bara að fara að skoða þetta svolítið heildstætt. Hvernig ætlum við að bregðast við því að hér sé vaxandi þörf fyrir húsnæði og hvaða leiðir eru færar og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum bara alvarlega að íhuga að skoða allavega. Og ég fekk svona aðeins gleggri mynd af þessu því að við höfum oft verið að velta fyrir okkur hvernig eru þau að snúa sér í þessu, hverjir eru að sjá þetta, þetta sveitarfélög sem eru í rekstrinum eða einhver aðrir og það væri gaman líka bara að
frá þeim hjá Bjargi, hvort að þeir sjáu eitthvað í hérna og við væntanlega það gætum þá fundið einhverjar lóðir fyrir svona kjarna. Ég meina, svo spurði ég hann hvernig fór það að þessu, af því að við höfum oft velt fyrir okkur, þú veist, auglýstu þið eða hvernig funduð þið þörfina, og hann sagði við mátum það náttúrulega bara út frá því hvernig þrýstingurinn var á félagslega kerfið. Við sjáum náttúrulega atvinnuuppbyggingin er mikil, þannig að þeir efast bara ekkert að þessar íbúðir, það eru nokkið margar, 5 íbúðir, og þær fari í leigu. Þannig að hérna, mér finnst það svona eiga að vera næsta skref hjá okkur með þessar tölur að kanna þetta allavega. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Marta, gjörðu svo vel. Forseti ágætt bæjarfulltrúar. Við viljum að byrja að þakka Kristín Maríu fyrir að fengi þessar upplýsingar frá Sandgerði. Það gagnlegt að fá að heyra þetta. Þegar ég skal alveg viðurkenna þegar ég sá þessar tölur, hún sló mig svolítið. En á sama tíma staðfesti grun minn, eða ekki í rauninni vissu mína að það væri, maður veit alveg að það eru stór vandamál á húsnæðismarkaðnum og svona umræðan hjá okkur innan hóps hefur verið og það sem við höfum fengið úr þessum litlum viðræðum sem við áttum með ákveðna aðila væri að það væri í rauninni svo lítill hópurinn sem gæti nýtt sér þetta úrræði, en núna erum við að fá það staðfest að það er bara alls ekki. Og jú, þetta er að koma töluvert af íbúðum á markað núna, vonandi verður farið í fleiri fjölbýlishús sem fyrst, en staðreyndin er líka svo að leigumarkaðurinn er orðinn rosalegur gróðramarkaður og vandamála hópurinn og þeir sem eru í stórum vandræðum er einmitt þessi hópur sem er á leigumarkaði en kemst ekki sanngjarna leigu. Og þess vegna er rosalega mikilvægt að stuðla að vexti þessara svokallar non-profit sjálfseignarstofnana, sjálfseignarstofnana og gera það sem við getum til þess að fjölga íbúðum sem eru á viðráðanlegu verði og gera fólki kleift til dæmis að leigja og vera á sama tíma að safna sér fyrir eigin húsnæði ef vilja fyrir hendi. Þetta er líka varanlegt húsnæði sem eyðir óvissu fólks sem er stóri vandinn. Þannig að við verðum að gera eitthvað meira. Við megum ekki láta þessar tölur og þessar upplýsingar núna sem við erum bara búin að safna leyfi svo liggja. Við eigum að leita lengra greinilega eins og Sangirsbær hefur gert til dæmis, kanna grundvöll fyrir einhvers konar verkefni í samstarfi við þá aðila sem eru nú þegar starfandi á þessu markaði og sjá hvort við getum ekki gert enn betur því þetta er stórt vandamál og ég held að þó við séum að renna út þessar lóðir núna þá erum við ekki að fara að leysa vanda ákveðin hóps með þeirri uppbyggingu. Takk. Takk fyrir þetta, Marta. Og orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, á ég bæði fulltrúar. Já, ég tek undir það að fjöldinn er meiri heldur en ég var búinn að gera mig grein fyrir, þó svo að þessar tölur skekki hans myndina með við fjölda íbúða og svo fjölda uppgifina þessi skattskýrslu. Þannig að þetta er ekki alveg 300-500 íbúar. En við erum að fara núna í deiliskipulagsvinnu. Við erum búin að úthluta því sem við höfðum. Þá er spurning hvort við getum ekki tekið frá lóð eða húsnæði undir svona litlar íbúðir í þetta verkefni. Ég held að það sé alveg mjög góð hugmynd að gera það núna í framhaldinu. Þá erum við tilbúið með það í vor. Þó svo að gatnaframkvæmdin sé eftir, en þá er það inn í skipulaginu okkar. Lóð undir svona starfsemi. Ég held að meiri verkefni í pokan Ármann til þess að vinna til skipulaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Já, ég vil að segja, komið svolítið óvart þessi tala, 500
Það var nú ekki alveg á hreinu hvort þetta væri fjölskyldur eða einstaklingar. Þannig að ég trúi því nú að þetta stæði nú betur hér heldur en annar staðar. Þannig að ég set svo sem spurningamerki við hvernig svona þessi tölfræði er fengin, eða þessar tölur. En í samaburði við önnur svæði, að þá er þetta svolítið sláandi. Við stöndum reynda betur hérna heldur en Suðurnesin í heild, en að við skulum vera svona undir eða yfir landsmeðaltali, það eiginlega slær mig svolítið. Þannig að það hringir þá einhverju bjöllum að við þurfum eitthvað að gera okkur í brók hérna og huga þessum málum og taka þau bara föstum tökum. Við höfum nú verið svo lánsöm hérna í Grindavík að við höfum haft hérna talsverða breytt svona í byggingaverktökum. Við höfum haft byggingaverktaka þetta sem hafa byggt vönduð og dýr hús. Og svo hefur við haft byggingaverktaka sem hafa svona einblínt meira á að byggja lítil og ódýr hús. Þannig að við höfum verið í tiltölulega góðu málum hingað til, þannig að við erum svolítið breytt í þessum húsnæðismálum. En að við skulum vera svona yfir landsmeðaltali, það slæmir svolítið og hvet okkur öll bara til þess að hérna taka þessi mál föstum tökum og við erum einmitt að fara að deiliskipuleggja, þannig að hérna, ég held að það liggi bara beinast við að hafa það í huga þar, þannig að hérna, en við þurfum greinilega að taka þessi mál alvarlega. Já, takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú, ef það hafa ekki fleiri hvassi ljós, þá höldum við bara áfram og förum í næsta mál. Þetta eru upplýsingar frá ríkisskattstjóra sem við fengum hér og voru til umræðu. Það er 12. mál, það eru reglur og gjaldskrá, gatnagerðargjöld. Það var smávægileg breyting sem var samþykkt í bæjarráði. Breytingar taka til 7. greinar. Fannar, ég er kannski að biðja þig aðeins að koma hérna upp og segja hver breytingi var. Svelfannar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Eins og forseti sagði þá er búið að taka þetta mál fyrir áður þessa samþykkt og bæjarstjórnin hún á fundi sínum rétt fyrir jól 19. desember samþykkti plaggið með áorðnum breytingum. Í framhaldi var það sent til birtingar í stjórnartíðindum en það kom í ljós við yfirferð þar að það hefði óvart verið settur þarna inn svona texti eða tilvitnun í lög sem átti ekki við lengur. Þeir komast nú að því sjálfur þarna hjá embættismenn stjórnartíðinda að þetta hefði þurft eiginlega að breyta lögunum líka hvað þá varðaði, en það kannski skiptir ekki öllu máli, þannig að það var einboðið að fælla þetta út og senda nýja tilkynningu. En fyrir þann tíma þá hafði komið upp umræða hérna, kannski svolítið óformleg, að það kynni að vera óeðlilegt að í 7. grein þá væri gert ráð fyrir því að gatnagerðargjöld skyldu bera dráttarvexti jafnvel þó að veittur hafi verið greiðslufrestur sem að frekar er lýst svo í þessari 7. grein. Það er sem sagt þannig að það er gert ráð fyrir því að það sé hægt að gera sérstakt samkomulag sem kveður á skilmála og greiðslukjör, en engu að síður þá skuli gatnagerðargjöldin þrátt fyrir þessa samninga eða samkomulag bera dráttarvexti og þetta er bein tilvísun reyndar í lögin, þannig að það var ekkert óeðlilegt að þetta væri þarna inni og við athugum komið ljós og það voru fleiri sveitarfélög sem höfðu þessa klásúlu þarna. En svona við nánari skoðun að þá fannst fólki þetta óeðlilegt að það væri verið að semja yfirleitt og samt sem áður kemur á þetta dráttarvexti, þannig að það var gerð það tillaga í bæjarráði núna 23. janúar held ég megi segja að breyta þessu ákvæði og fella út þetta dráttarvaxta ákvæði þarna sem ég var að nefna og
Og þannig breytt liggur þessi samþykkt núna fyrir á nýjan leik og þá sem sagt til umræðu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Fannar. Nú orðið er laust. Ég held að þarna hafi nú bara verið smá yfirsjón og svo sem lifandi plagg en bæjarráð vísa þessu. Já, Páll, gjörðu svo vel. Lengi von á einum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fagna því að þessu skuli nú vera breytt. Þetta var náttúrulega ábyggilega bara yfirsjón og mistök. En ég saknaði svolítið að í þessari breytingu hafi ekki verið svona eitthvað, komið með einhver skilaboð svona þessa skilmála. Hvaða skilmála hugsa menn sér? Hvað eru menn að hugsa í því? Því flóran er talsvert mikil og vaxtaprósenta er svolítið breið. Erum við að hugsa menn þetta sem er yfirdráttarvexti, venjulega yfirdráttarvexti. Ég fór hérna inn á Arion banka og kíkti á töfluna þar og yfirdráttarlán fyrirtækja eru 11,9%, yfirdráttarlán einstaklinga 9,5%, dráttarvextir 12%. Þannig að en svo eru hérna óverðtryggðir kjörvextir 6,5%. Það er yfirdráttur námsmann 8,2%. Þannig að þú veist hvernig hugsa, mér finnst að við þurfum að hafa einhverja svona allavega að það sé komið fram hérna á fundinu svona hver vilji bæjarstjórnar að það sé ekki bara ákvörðun þá fjármálastjóra sem að þarf að senda út semja eða bæjarstjóra hann þarf vantilega að hafa eitthvað í huganum sá sem þarf að semja. Þannig að ég hefði viljað sjá þarna að það væri eitthvað álag á einhverja meðal hérna óverðtryggðir kjörvextir til dæmis 6,5%. Einhverja almenn, það er einhverja aðrir sem kunna kannski orða það betur en ég hefði nú lagt til að við allavega menn hefðu einhver skilaboð hvaða kjör þeir í rauninni mega semja fyrir hönd bæjarstjórnar. Takk fyrir þetta, Páll. Það var nú kannski meðal annars sem að við breyttum þessu. Þetta var dottið í dráttarvexti, ef mig minnir rétt. Það lá fyrir samþykkt frest, en samt vorum við farin að reikna dráttarvextir á eindaga. Og það getur vel verið að við þurfum að setja inn bara einhverja vexti annað. En ég ætla hins vegar að leyfa fjármálastjóra Grindavíkurbæjar svara. Gjörðu svo vel, Jón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og lögin segja þá er aðalreglan í þessu að gatnagerðargjöld þau falla í gjalddaga við úthlutun lóðar og eindaga 30 dögum síðar. Og síðan er það kveðið á það að ef ekki er greitt fyrir eindaga þá ber krafan dráttarvexti frá gjalddaga. Þetta er sem sagt aðalreglan. Síðan veitir þessi grein okkur heimild til að semja eitthvað meira og þá gerum við ráð fyrir því að ef menn ætla sér að semja kröfuna, þurfa þeir að koma áður hún er farin að bera dráttarvexti. Það er að segja, þeir þurfa að koma innan 30 daga frá því að þeir fengu kröfuna, eða sem sagt frá gjalddaga kröfunar. Þá höfum við haft á verklagsreglu, ef menn koma sem sagt til að semja, að menn fá að skipta sér í þrennt. Og greinin tekur til að þetta er að hámarki í 4 mánuði. Þá yrði samið þannig að menn yrði að greiða 1/3 innan 30 daga frá gjalddaga. Það er að segja, bara eins og krafan í rauninni bar upphaflega. Næsta greiðsla yrði þá 2 mánuðum síðar, sem sagt 2 mánuðum frá gjalddaga og 3. greiðslan 4 mánuðum frá gjalddaga. Þannig að menn eru ekki að fá öll gatnagerðargjöldin lánuð hjá bænum í 4 mánuði. En svo er náttúrulega þetta
ákvæði dottið út en kröfurnar bera samt vexti ef menn kom ekki til að semja. Það er svona, var þetta nógu skýrt? Takk. Takk fyrir þetta, Jón. Páll, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Jóni fyrir þetta og þetta er allt saman klárt og þessar bara sanngjarnar reglur. En dráttarvextir eins og ég las upp hérna áðan eru svona kannski þarna eru þeir 12% en svo er yfirdráttur, hann er kannski 11%. Þannig að sko, bara gott að heyra í mönnum, sko eru menn, ég held að hefðin hafi verið svo að það hafi verið það sem að, kannski getur Jón svarað því, hver verklagsreglan hefur verið í því, að hvort að það sé sami þá á 12% vöxtum eða 11 eða yfirdráttarvöxtum eða einhverjum venjulegum kjörvöxtum. Já, þú sagðir engum vöxtum. Það er vaxtalaust þá bara. Ok, já. Það er kannski hérna, en það er bestu kjörin sko. En það má taka fram þetta er svona, þetta er hugsað fyrir einstaklinga sem er að fara hérna, byggja einbýlishús eða parhús. Þannig að já, þá skil ég það þannig sko. Þannig að það er vaxtalaust, já. Það sjálfsögðu þurfa menn að koma að semja fyrir eindaga. Það segir sér nú alveg sjálft. Þannig að, en eini, já, þá er það bara skýrt hérna, að þetta er þá vaxtalaust og ég fagna því bara. Þetta, við hvetja, þetta er svona ákveðin þá hvatning og liðlegheit fyrir ungt fólk og alla í rauninni til þess að hérna, fara út í að byggja. Takk fyrir þetta, Páll. Orðið er laust. En það er akkúrat málið. Þetta snerist akkúrat það að það eigi að vera hvetjandi fyrir einstaklinga að fara að byggja og þetta er gríðarlegur kostnaður sem er fyrir einhverja og gatnagerðargjöldin þetta jafnast út og þessi dráttarvextir sem við gerðum mistök með eru farnir út. Erðu breyting á 7. grein? Þeir sem eru henni samt... Ja, Páll, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kannski glemdi einu máli hérna að það er þá velti ég fyrir með þeir sem hafa lenda þarna milli vita, ef svo má orðið komast. Ég veit að það hafa aðilar lent í því að það var að fá úthlutaða lóð á byggingarnefndarfundi áður en í rauninni nýja reglur hafa verið samþykktar í bæjarstjórn og svo fengi reikning áður en að sá bæjarstjórnarfundur hefur verið haldinn, senda reikning fyrir það að greiða fyrir eindaga og reikningu dagsettur í rauninni daginn fyrir bæjarstjórnarfund og svörin voru þá bara þau að það væri bara dráttarvextir frá gjalddaga. Þannig að svona einhverjir ég vildi bara allavega vekja máls á þessu og kannski hvort að hvernig menn vilja tækla það þá. Takk fyrir þetta, Páll. Ég eins og ég segi, þá lá þetta svona fyrir og með breyttum reglum sem eru nú breyttar í annað skiptið. Við fyrstu breytingar var það ekki í desember. Þá hlýtur það náttúrulega bara sanngirnisregla að við dæmum út frá þessu, hafið þið greitt einhverja vexti að við greiðum tilbaka, það er minnst mín skoðun. En það er svo sem ekki alveg til samþykkt þeirra upp hér. Ég tel það bara réttlætismál, Páll, að það sé leiðrétt miðað við núgildandi reglur. En orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri, að þá þeir sem samþykkja breytingur á reglunum, gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða.
Þá er það 13. mál. Það er svokölluð stofnun öldungaráðs og þetta er erindi frá félagi eldri borgara í Grindavík. Nú það er lögð tillögu hérna fram samþykkt fyrir öldungaráð. Þetta kom fyrir bæjarráð sem vísar þessu hingað til bæjarstjórnar og orðið er laust. Samþykkti fyrir öldungaráð Grindavíkur. Nú, ef enginn hefur hvað sér ljós og þið eru með reglurnar þarna fyrir framan ykkur, þá bara ber ég þetta undir atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkið þessum reglum, gjörsamlega rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 14. Nýbygging björgunarsveitarinnar. Styrkbeiðni. Lögð fram beiðni útgreiðslu styrks vegna nýbyggingar björgunarsveitarinnar. Á fundi bæjarstjórnar númer 469 þann 29.12.2016 bókaði bæjarstjórn eftirfarandi. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að veita björgunarsveitinni styrk að fjárhæð 7 milljónir króna. Útgreiðsla styrksins verður í nánara samkomulagi við björgunarsveitina. Þessi styrkur hefur ekki farið út og nú eru þeir að þetta er í raun og veru samþykkt og bæjarráð samþykkti útgreiðslu styrksins og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsárið 2018 að fjárhæð 7 milljónir sem verði tekið að handbæru fé. Þetta var búið að samþykkja og bæjarráð samþykkir og sendi boltann til ykkar en orðið er laust. Nú, ef enginn hefur hvað sér ljós þá þeir sem eru samþykkir verði tekið að handbæru fé, gjörsamlega rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það mál númer 15. Það er brú lífeyrissjóður, breyting á a-deild sjóðsins. Hér er nú heilmikið lesning og annað. Þetta var nú örlítill kostnaður á bæinn en svo sem lá í pípunum. En ég ætla að biðja fjármálastjóra Grindavíkurbæjar að koma þessu svona í mannamál eins og hann best getur. Gjörðu svo vel, Jón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi sem sagt þetta samkomulag að ef við förum aðeins yfir söguna að þá var það 19. september 2016 að Bandalag háskólamanna, BSRB, Kennarasamband Íslands og svo hins vegar fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Sambandi íslenskra sveitarfélaga gerðu með sér þetta samkomulag skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna og markmið samkomulagsins var að reyna að samræma lífeyrisréttindi á almennum markaði og hinum opinberra. Þannig að aldurstenging réttinda yrði grundvallarregla kerfisins og lífeyristökualdur skyldi hækkaður í 67 ár og þetta er gert til þess að reyna að stuðla að sjálfbærni kerfisins. Þannig að lífeyrissjóðurinn gæti átt fyrir sínum skuldbindingum. Og síðan í desember 2016 voru samþykkt lög eða breyting á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Lögun breytti í samræmi við þetta samkomulag og þessi lagabreyting hafði áhrif á a-deild brúar lífeyrissjóðs þar sem að flestir starfsmenn sveitarfélaga eru. Þessi breyting kallaði á viðbótarframlög frá sveitarfélögum eða þar að segja launagreiðendum af því að við tryggingafræðilega úttekt þá stóð sjóðurinn ekki undir sínum skuldbindingum, átti ekki eignir fyrir skuldbindingum. Og þá var tvennt til, annars vegar að auka eða hækka mótframlag sveitarfélagana inn í lífeyrissjóðinn og mótframlagið er núna 11,5% og í desember 2016 lá fyrir frumvarp þar sem að gert var ráð fyrir að mótframlagið gæti hækkað í alltaf 20%. Þannig að þetta var verulega hækkun. En samkomulagið náðist þarna áður en frumvarpið var samþykkt, þannig að það var fallið frá því
og niðurstaðan er svo að það er einskiptis framlag frá sveitarfélögunum miðað við tryggingafræðilega úttekt á sjóðunum þann 31. maí 2017. Og niðurstaðan er svo að menn töldu þessa aðferðafræði að fara þessa leið, þar að segja einskiptis framlag heldur en að fara að hækka iðgjöldin, að þetta væri hagstæðari leið. En framlag sveitarfélaganna skiptist í 3 sjóði. Fyrst er jafnvægissjóðurinn. Hann er ætlaður til að mæta halla á áfallinni lífeyrisskuldbindingu A-deildar eins og hún er 31. maí 2017 og framlag launagreiðenda í jafnvægissjóðinn er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum þeirra frá stofnun sjóðsins til 31. maí 2017. Svo er það lífeyrisaukasjóðurinn. Honum er ætlað að mæta breytingu á réttindaröflum sjóðsfélaga í A-deild til framtíðar. Framlag launagreiðenda í þennan sjóð er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum frá 1. janúar 2017 til 31. maí 2017. En þau iðgjöld taka mest mið af framtíðarskipan sjóðsins. Og síðan er það varúðarsjóðurinn, en honum er ætlað að standa til vara að baki lífeyrisaukasjóðnum ef tryggingafræðileg staða lífeyrisaukasjóðsins samkvæmt árlegu mati verður neikvæð 10% eða meira í 5 ár eða haldist hún neikvætt samfellt í að minnsta kosti 5% í meira en 10 ár skal leggja höfuðstól varúðarsjóðsins að hluta eða heild við eignir lífeyrisaukasjóðsins. Og framlag launagreiðenda í varúðarsjóð er skipt hlutfallslega á launagreiðendur eftir iðgjaldaskilum frá 1. janúar 2017 til 31. maí 2017. Og framlag Grindavíkurbæjar samkvæmt þessum aðferðum er 240.659.817 og með þessu framlagi þá ætti ábyrgð sveitarfélagana á lífeyrissjóðnum að falla niður og hann þarf bara að standa sjálfur undir sínum skuldbindingum. En gert er ráð fyrir sem sagt að við greiðum þessar 240 milljónir núna, en stærstur hlutinn af því fer inn í efnahag sem fyrirframgreindur kostnaður og er gjaldfærður á annars vegar 20 árum hvað varðar jafnvægissjóðinn og 30 árum hvað varðar lífeyrisaukasjóðinn. Þannig að áhrif á rekstur 2017 gæti verið numið alltaf einhverjum 70 milljónum til viðbótar öðrum lífeyrisskuldbindingum. Þetta er svona það sem ég ætlaði að segja. Takk. Já, takk fyrir þetta Jón. Nú orðið er laust. Nú ef það er engar spurningar nú þessu. Já, Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætibæjarfulltrúar, ég held að þetta séu miklu hærri tölur heldur en nokkuð gat órað fyrir. Við vissum að það væri von á þessu og við vissum mjög dapurt og jafnvel lélegt að þetta skulle ekki hafa verið komið á hreint fyrir áramótin þegar sveitarfélögin voru að gera sína fjársáttun. Algjörlega út úr korti að það skulle ekki hafa verið keyrt á henni að afgreiða þetta fyrir heldur en að koma með þetta í miðjan janúar, 15 dögum eftir að það er 15 dögum á nýju ári. Þannig að það er mjög lélegt fyrir þá sem að þessu unnu. Segið það og standu við það. En það er alveg klárt að við þurfum að standa skil á þessu og sem betur fer getum við það og það er náttúrulega merki sterkar stöðu bæjarsjóðs og því ber svo sem að fagna í sjálfu sér. En þetta er náttúrulega til þess að gera upp eins og Jón fór yfir tap eða innistæðulaus sjóð hjá brú. Þannig að við tökum þessu ekki fagnandi en með svona samanbeitið. Takk fyrir. Já, takk fyrir það Guðmundur. Orðið er laust. Og ef það er ekki fleira á mælendaskrá þá er eins og ég sagði, þetta var samþykkt í bæjarráði og sent hérna á bæjarstjórn. Þeir sem samþykja að fela bæjarstjóra að undirrita það
Jafnframt samþykki bæjarstjórn að greiða til lífeyrissjóðsins 240.659.870 krónur og þær verða teknar af handbæru fé. Þeir sem eru þessu samþykkir gjör svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Nú, þá gerum við svolítið stutt fundarhlé og þetta var síðasta málið, fyrir liggja fundagerðir og við hættum beinni útsendingu og fundarhlé, takk.